Jæja, góðir gestir á Sagnastund Garðskaga, verið velkomin. Við höfum haldið þetta Sagnastund einu sinni í mánuði yfir vetratíman. Heyrist ekki þarna neitt? Heyrist ekki þarna? Ja, við erum með 2 öfluga hátalara og það stillt í botn. Það eru nokkur sæti hérna í kring ef að menn vilja. Ég ekki viss að við getum bara brýnturöddina meira. En verið velkomin. Við höfum haldið þessa sagnastund núna nokkur skeið, einu sinni í mánuði og það eru framundan sagnastundir sem má alveg vísa í, skemmtilegar, vonandi og væntanlega. En nú erum við hingað komin til þess að hlusta á Friðþór Eydal segja okkur sögur frá styrjaldarárunum. Hann sá maður, ég vil segja það, halda því fram, mína parta, sem að hefur gengið lengst í því að afla upplýsinga einstaka atburði sem að fylla þessa mögnuðu tíma og mögnuðu sögu. Það hafa prófessorar við háskólann og gefið út bækur og rit þennan tíma, en það hefur enginn gert jafn mikið og jafn vel og hann í að halda til haga einstökum atburðum sem mynda söguna. Og því til staðfestingar þá hefur hann gefið út nokkuð margar bækur sem að mínu mati, ég hef nú aðeins fengist við leiðsögn hérna svæðið og hérna Suðurnesin og víðar, sem algjört gull fyrir okkur stöndum í því. Ég let ganga hérna bók sem að heitir Frá heimsstyrjöld til herverndar, Keflavíkurstöðin 1942-50 eftir Friðþór Eydal og hann með hérna í kassa nokkur eintök á væg og verði. Það ekki 2000 kall eða eitthvað. Það bara, það salin ekki gjöf og hérna sko þessar bækur eru svo ríkulega myndskreyttar. Það sem gerir þær svo öflugar. Og þetta segir frá sem sagt veru bandaríska hersins hér í heiðinni, en það eru líka sagt í öðrum bókum frá hérna Hvalfirði, Austfjörðum og víðar, Kaldaðanesi og auðvitað Reykjavík, því öllu saman. Þannig að þetta alveg einstök verk. Það mikill fengur og gott fyrir okkur að fá Friðþór hingað á þennan vettvang, Garðskaginn. Það kom enginn inn í flóa nema sildi hérna fyrir Garðskagann. Og hér var náttúrulega kaninn eins og við þekkjum sem hafum ólumst hér upp, Bretinn fyrst og svo Bandaríkjamenn sem var snarþáttur vinnuveitandi og snarþáttur í mannlífinu hérna lengi. Margar sögur sem maður mætti segja. Friðþór, þetta ekki ágætt? Nema ég ætla kannski aðeins að nefna það að sko því leyti vil ég bæta því við að þessar bækur þá var hann upplýsingafulltrúi langt skeið bæði hjá varnarliðinu og hjá Isavia og hefur haft aðgang, kunnað að hafa aðgang að bandarískum grunngögnum og svo núna síðar þýskum grunngögnum frá til dæmis kafbátamönnunum sem hér voru. Tímunum saman hérna í flóarum. Gjör svo vel. Takk fyrir. Svo ég gerir nú aðeins grein fyrir þessum áhuga mínum sem hefur leitt til þessa grúsks og hvað ég var að segja, áhuga máli fyrst og fremst. Þá vil ég taka það fram að ég horfi ekki á fótbolta í sjónvarpi og læt íþróttakappleiki yfir höfuð algjörlega framjá með fara. En ég var strákur vestur í Aðalvík, að alast upp
þar sem að faðir minn starfaði við að reisa ratsjárstöð fyrir varnarliðið á 7. áratugnum og síðan að reka hana. Og handan við víkina, þar sem heitir Sæból, við vorum Látramegin fyrir þá sem þekkja til þarna, að þar var í síðari heimsstyrjöldinni voru Bretar með ratsjárstöð upp á öðru fjalli. Og maður sá alltaf þegar sólin skein á þetta, sérstaklega kvöldsólin, þá sá maður alltaf skína í þústirnar eftir byggðina sem að þar var uppi, nokkri braggar og fleiri mannvirki. Og ég velti þessu náttúrulega mikið fyrir mig hvað þetta var og maður heyrði sögurnar og ólst upp við sögurnar af þessu. Ég veist að þetta hafi ásamt í að hafa hort og fylgst með mjög náið með því sem að kallarnir voru að gera þarna á Straumnesfjallinu, hafi vakið áhuga minn hjá því til þess að vita fyrst og fremst hvað þetta lið var að gera hérna, hvar það var, hvernig því gekk og hvernig þetta tengdist öðru. Þannig það sem að ég hef lagt áherslu á að skýra í þessum bókum mínum og á ýmsum vettvangi. En ég ætla að segja ykkur undan og áðan svona af því helsta sem að snertir hérna fyrsta lagi Garðinn og svo hérna Hvalsnesið. En það var náttúrulega ekki hjá því komist að segja þá aðeins frá Keflavíkurflugvelli sem hérna í Túnfellinum. Og svo lítilega frá því sem að við tók og starfsemi varnarliðsins, þannig að þið sjáu þetta svona í víðara samhengi og sem ég geti nefnt hvað menn eru raunverulega að bardúsa nú stundir. En það best ég byrji með því að segja ykkur að það var hér í upphafi bandarísku þáttökunar hér á Íslandi haustið 1941 að það var ungur sjóliðsforingi sem að var á Tundurspilli sem var á leið hérna inn flóan og sigldi væntanlega inn í Hvalfjörð og þeir eru strákarnir upp í brú og horfi í land og svo heyra þeir að skipstjórinn tautar fyrir munni sér: ég get nú skilið hvað við erum að gera hérna og ég skil alveg hvað Bretarnir eru að gera hérna og hvers vegna kannski Þjóðverjarnir myndu vilja vera hérna. En andskotin hafið að ég skilji hvað Íslendingarnir eru að gera hérna. En það snerist náttúrulega eins og alveg allt fram á þennan dag staðsetningu. Þetta snýst allt staðsetningu landsins. Og þessi staðsetningu hún skiptir nú ekki miklu máli fyrstu 2-3.000 árin, en svo þegar fór að líða á aldir og menn fór að sækja hingað fisk, þá skipti miklu máli að hér voru gríðarlega mikilvæg fiskimið. Og ég segi nú stundum útlendingum sem að velta fyrir sér af hverju sé ekki gamlar stórbyggingar og hallir og dómkirkjur og annað að finna hér á landi, og þá segi þeim hygglust að þær séu allar í Evrópu, því að fiskurinn hann náttúrulega var fluttur þangað og seldur og menn græddu á honum og byggðu húsin þar. Hér varð ekkert til af neinu kapitali fyrir en einhver tíma bara á allra síðust árum, eins og við þekkjum. En í upphafi síðari heimsstyrjaldarinnar þá voru augum manna ekkert fann að beinast sérstaklega að Íslandi. Í fyrri heimsstyrjöldinni þá hafði Bretum tekist að halda þýska flotanum innilokuðum og þannig að það eiginlega mætti ekkert á þeim. Bretar stjórnuðu öllu sem þeir vildu hér á landi og síðan gerðist mjög lítið fram að síðari heimsstyrjöld. Til dæmis, það sem að skiptir náttúrulega mestumáli að það voru engar flugsamgöngur byrjaðar yfir Atlantshafið. Þannig að hér voru engin flugvellir og þess vegna var engin að sælast eftir eða sækjast eftir neinni aðstöðu sérstaklega hér fyrir stríð. Síðan gerist það öllum að óvörum nánast að Þjóðverjar hernema Danmörku og Noreg og þá fara Bretarnir að verða uggandi að það væri nú hægt að laumast að þeim bakdyramegin og drífa sig í að taka Ísland svona til vonar og vara, fyrst og fremst til þess bara að halda Þjóðverjunum úti. Og þetta hernám sem eins og það var, að það hefst náttúrulega þarna á morgni 10. maí 1940
og Bretar setja hér á land herlið til þess að, eins og ég segi, að hamla því að Þjóðverjar nái fótfestu og svo eins og við þekkjum söguna þá drógust Bandaríkjamenn inn í þennan stuðning við Breta og fóru að senda herlið hérna til Íslands sumarið og haustið 1941 til að aðstoða þá þannig að það létta undir með þeim, sérstaklega áður en að, og þetta var nú svona álgert laumurspil, áður en að Japanir réðust á Bandaríkin í desember 1941 sem að var til þess að þeir urðu þá formlegir þáttakendur í styrjöldinni. En þá átti þetta margt að gerast þangað til og fljótlega eftir að Bretar komu að þá fóru þeir að sjá sér hag í því að koma upp bækistöðum, sérstaklega aðstöðu í Hvalfirði þar sem var hægt að halda út í skipalagi og stuðningi við fylgdarskip skipalesta og ekki síst skip sem þeir höfðu á Varbergi í sundunum á milli Grænlands, Íslands og hérna á Skotlands og leituðu þá vars og sóttu eldsneyti og annað í Hvalfjörð hjá birgðaskipum sem að þar höfðu aðstöðu og jafnframt að þá hófu þeir flugvallagerð til þess að geta í fyrsta lagi til þess að geta náttúrulega aðstoða við varnir landsins og síðan ekki síst til þess að styðja við siglingar þessara mikilvægu skipalesta til Bretland sem þurfti að færa Bretum nánast allt til alls eins og við þekkjum nú Íslendingar og þeir byrja flugvallagerð austur í Flóa í Kaldaðanesi og svo sumar 1940 og svo fara þeir að velta fyrir sér haustið 1940 hvort ekki sé að leggja flugvöll líka í Reykjavík. Þá voru komnar upp hugmyndir það að millilenda flugvélum sem þeir áttu í pöntun hjá bandarískum flugvélaverksmiðjum og kanadískum með því að fljúga þeim hérna á norðurleiðina sem að raunar var ekki hafin umferð á en varð síðan eins og ég kem að og hafa þá millilendingu, hafa þá betri aðstöðu með því að setja upp flugvöll í Reykjavík líka. Þessu fylgdi að það þurfti að koma upp neyðarlendingastöðum á nokkrum stöðum annar staðar, til dæmis fyrir austan fjall og menn fengu augastað strax hérna á sléttum grundum hérna suður á Garðskaga. Og ef við skoðum þessa mynd að þá eru tvær, sjáum hérna við veginn sem liggur hérna út niður í fjöruna fyrir sunnan Vitan vinstra megin, þar breið hvít rák og síðan þið farið þarna hinum megin á myndina þar sem að þið sjáu það sem eru hafibjarnastaðir að þar önnur slík rák. Þetta markaði flugbraut sem þeir útbjuggu hérna á grundinni hérna fyrir sunnan þar sem við erum núna. Og eins og ég segi þá var þetta hugsað fyrst og fremst til þess að vera til vara ef að mönnum ekki tækist að lenda í Kaldaðanesi og síðan á Reykjavíkurflugvelli þar sem var bara ein flugbraut á hvorum stað í fyrstu byrjun. Kaldaðanesi, það byrjaði í Kaldaðanesi. Já, hann á undan Reykjavíkurflugvelli og en það líður náttúrulega ekki nokkri nema, það leið þarna frá sumrinu 1940 sem hann útbúinn og að farið að veturinn farið að gera Reykjavíkurflugvöll eða lagt sem sagt þá settu þeir allt kapp í að gera Reykjavíkurflugvöll til þess að ná því að koma langdrægari flugvélum í gang héðan frá Íslandi til þess að geta sótt og varið skipalestirnar sem fyrir kafbátunum sem að vita var að myndu sækja lengra út á Atlantshaf, sérstaklega eftir þeir fengu aðstöðu á vesturströnd Frakklands, þarna eftir voru 1940. Nú, Bretarnir settu upp hérna í byrjun komu fyrir hérna fáeinum mönnum til þess að fylgjast með það var að vera hægt að verja flugvöllin
og húsið Hlíð sem þið sjáu þarna á hægri hönd, það var tekið og leigt í þessu skyni og reistur svona braggakampur við húsið sem maður höfðu aðsetur í og fyrst voru þetta Bretar og síðan það sem að kallaðir hafi verið Skotar en voru engir Skotar, það var hérna liðsveit sem að var hérna hríð sem að var eiginlega, þeir voru eiginlega heiðurs Skotar ef svo mætti segja, tengdust skorskri liðsveit en þeir voru þarna frá Humbersvæðinu og síðan taka Bandaríkjamenn við og tilgangur þessara manna var fyrst og fremst eins og ég sagði að vera til taks til þess að verja þessa flugbraut ef að hérna til árásar eða innrásar eða eitthvað slíkt kæmi. Flugbrautin var nú aldrei mikið notuð, hún var notuð eitthvað í æfingaskyni og það kom fyrir að mennur þurfti að lenda hérna eins og til var ætlast en svo þá var nú viðtölin yfirleitt ekkert löng, ekki nema bara til að bíða af sér veður eða eitthvað slíkt. En síðan gerist það að á Suðurnesi, á Seltjarnarnesi hafði breski flotinn reist miðunarstöð til að miða út fjarskiptasendingar frá kafbátum út á Atlantshafi. Það var þannig að kafbátunum var stefnt gegn skipalestunum í hópum og eina leiðin til þess að hafa stjórn á slíkri atburðarás var að þeir væru í stöðugum samskiptum við móðurstöð í landi og þaðan fengu þeir fyrirmælin það hvert þeir ættu að stefna til að komast í veg fyrir skipalestirnar. Og þessi fjarskipti tiltölulega auðvelt að miða út en Bretarnir voru bara með fjarskiptastöðvar á Bretlandseyjum og þó að þær séu nokkuð langar að þá eftir því sem að kemur vestar í hafið að þá mjókkar áfallshornið á miðuninni þannig að það kom sér vel að vera með að geta miðað út til suðurs frá Íslandi til þess að geta metið hversu langt út á hafinu kafbátarnir voru sem voru að senda skeytin. Og þessari stöð komið upp þarna í Suðurnesi en þar var þröngt starfsemina og þess vegna litið til þess 1943 að koma upp aðstöðu annar staðar og eftir talsverða leit að slíkri aðstöðu þá fannst hún hér suður í Garði, hérna upp í heiðinni því að það þurfti að dreifa loftnetunum svolítið eða stöðvonum, þetta ein af þessum stöðum með loftnet á milli 4 stanga sem og síðan var þetta svona klasi sem að nýttur var til þess að miða út staðsetninguna. Þannig að breski flotinn tekur við hérna í kampinum í Garðinum og svipað leyti að þá kemur það breski flotinn sem að rak þetta en svipað leyti að þá reisir flugherinn fyrirgefiði aðra miðunarstöð sem var til þess að aðstoða flugvélar á flugi. Það er þannig að flugvélar eins og skip geta borið miðunarstöðvar en þá þurfa að vera sendar í landi. En aftur á móti að þá er hægt líka með því að láta flugvélarnar senda út og skipin þess vegna senda út tón að þá geta með nokkrum stöðum á landi þá hægt að miða út staðsetningu þeirra og segja þeim hvar þeir eru. Og það var sett upp svolítið umfangsmikið stjórnkerfi með þessum hætti, bæði af Bretum og sérstaklega bandaríska hernum hér á landi. Og ein þessara stöðva reis á Fitjum fyrir norðan Sandgerði og var starfrækt þangað til eftir stríð, eftir að Bretar voru farnir og búnir að afhenda Íslendingum Reykjavíkurflugvöll. En það var, sú stöð var með, eins og ég sagði, hún var svolítið annars eðlis. En síðan voru einnig settar upp ratsjárstöðvar, sem sjáið hér að þá var þetta metnaðarfullt kerfi sem að Bandaríkjaher
setti upp vítt og breitt landið en starfrækti aldrei lengi því að fljótlega eftir að búið að koma þessu upp árið 1942 að þá sáu menn fram á að það væri engin hætta til staðar eins og menn höfðu hugsað sér að gæti verið haustið 1941, þannig að það fara að draga saman þessa starfsemi og árið eftir að það var stöðvunum á Norðurlandi og Austurlandi lokað og þá færðist þessi starfsemi fyrst og fremst hingað suður á suðvesturhornið eins og náttúrulega 80% af umsvifum herliðsins var á þessum tíma og en hérna í Leirunni eða fyrir ofan Leiruna á það sem heitir Langholt að þar stóð ein þessara stöðva leit svona út loftnetið og önnur sambærileg var upp á Þorbirni fyrir ofan Grindavík en það sér ennþá stöplana undan þessu loftneti þegar að kyrt sá ég áðan þegar kyrt þarna fram hjá Langholtinu þið sjáu þetta liggur vegur upp á milli fiskitranana sem eru að undir holtinu og hafa staðið lengi. En þetta var sem sagt líður í loftvörnum landsins eða flugvallanna og hafnarinn í Reykjavík sem var nú það sem að skipti mestu máli að verja og náttúrulega skipalagið í Hvalfirði. Og Þjóðverjar þeir komu hérna alloft í njósnaferðir. Þeir flugu fyrst og fremst veðurathugunarflug hér á norðurslóðum og alveg austur undir Grænland sem þeir flugu gjarnan daglega því að það þurfti að hafa nýjustu veðurupplýsingar við hendi til þess að geta spáð fyrir hvernig veður myndi skipast á vígvöllunum í Evrópu því að allt veðri kemur náttúrulega vestan frá og síðan voru þeir einnig að leita að skipalestunum sérstaklega á tímabilinu sérstaklega þær sem voru að sigla norður til Múrmansk í Rússlandi og höfðu fyrsta 1,5 árið höfðu við komið í Hvalfirði en það skipti máli að finna hvar skipalestin væri þannig að væri þetta reikn út og hvenar kæmi nærri Noregi þar sem væri hægt að sitja fyrir þeim bæði með flugvélum og kafbátum og þessar vélar ásamt ljósmyndavélum eða njósnavélum sem voru sendar öðru hverju til landsins til þess að kanna uppbygginguna á heraflanum að þær lögðu leið sína oft inn með ströndum og 5 þeirra voru skotna niður af bandaríska flughernum. En svo verður stærsta verkefnið hérna og reyndar í landinu það verður náttúrulega að leggja Keflavíkurflugvöll sem var upphaflega 2 flugvellir og Bretar höfðu eða sem sagt þegar að Bandaríkjamenn fóru að leita að flugvélastæði fyrir annan flugvöll, annan Reykjavíkurflugvöll að þá vísuðu Bretar þeim undir eins hérna suður á Garðskaga þar sem þeir höfðu sjálfir hugsað sér að stækka aðstöðuna fyrir annan flugvöll en ekkert varð úr því að þeir voru náttúrulega á förum fljótlega þegar Bandaríkjamenn komu en Bandaríkjamönnum fannst allt of þröngt þá hér og eins að vera hérna niður við sjó það listi þeim ekki á bara af öryggisástæðum þannig að þeir litu hér upp í heiðina suminu segja nú að það hefði verið einhverjir hérna á Suðurnesjum sem að vísuðu með þeim þangað en hvað það hérna sagan góð og allavega þá er reist bækistöð hérna upp í Háaleitinu því eins og þið þekki hérna sem búa hérna í garðinum að Keflavíkurflugvöllur ekki á Miðnesheiði, heldur hann á Háaleiti, en flugstöðin kannski á Miðnesheiði, núverandi flugstöð. En þetta verður semst gríðarleg bækistöð sem og raunar 2 flugvellir, sem síðan þjónar fyrst og fremst hinn tilgangi að að veita millilendingaraðstöðu fyrir gríðarlegan fjölda herflugvélum sem voru ferjaðar yfir hafið eftir að Bandaríkjamenn tóku þátt í hernaðinum frá Bretlandi, lofthernaðinum. Og slíkar flugvélar komu hér í stór hópum þegar að vel viðraði með millilendingu þá stundum á Grænlandi
og síðan yfir til Skotlands. Og þetta stóð út allt stríðið og síðan tilbaka þegar var að ferja megnið af þessum flugvélum aftur heim eftir styrjöldina. En á Patterson flugvelli sem var lagður þarna á melónum fyrir ofan Fitjar í Njarðvík, að þar var fyrst og fremst aðstaða fyrir orrustuflugsveit sem var hérna til varnar, til stríðsloka. En fljótlega eftir að Keflavíkurflugvöllur tekin í notkun að fullu í maí 1943, þannig vígður 24. mars, að þá Bretar langdrægar svokallaðar Liberator flugvélar til þess að herja á kafbátana sem eiginlega lokaði fyrir Þjóðverjunum síðasta víginu sem þeir höfðu á Atlantshafinu þar sem að flugvélar náðu ekki til. Og þessar flugvélar voru alltaf stóri, alltaf þungar fullhlaðnar fyrir Reykjavíkurflugvöll. Þannig að þeir þurftu að fá aðstöðu Keflavíkurflugvelli og fengu hana, fluttu eitt flugskýli austan úr Kaldaðanesi, suður á Keflavíkurflugvöll og endurreistu það þar. Því að Kaldaðanesi-flugvöllur, það stóð á endum að hann hafði eyðilagst í árflóðum í Ölfusá þarna vorið eða í mars. Þannig að eina svona stríðsútgerðinni og svo mætti segja til hernaðar á Míksflugvelli sem síðar var Keflavíkurflugvöllur, að það var á vegum Breta með þessar stóru Liberator sprengjuflugvélar eða kafbátaleitaflugvélar eins og þeir voru. Og í stríðslok að þá stóð eftir hérna gríðarlega mikil bækistöð sem að Bandaríkjamenn höfðu byggt upp. Bretar héldu sig á Reykjavíkurflugvelli og það hafði verið gert samkomulag við íslensk stjórnvöldum það þegar leyfi fyrir flugvallagerðinni var veitt að þessi mannvirki, þeir hefðu þetta náttúrulega ekki með sér ef þeir færu og þá myndi þetta allt ganga Íslendingum á hönd og svo varð raunin. Bretar stöldruðu við með nokkra menn á Reykjavíkurflugvelli til og eins í miðunarstöðinni í Sandgerði til vorsins 1947 á meðan var að þjálfa Íslendinga upp í að sinna starfseminni því að nú var hafin flugumferð, borgaraleg flugumferð yfir hafið, ólíkt því sem var fyrir stríð. Og flugvellirnir auðvitað gerðu það kleift. En Bandaríkjamönnum þeim hugnaðist ekki að fara eins og við þekkjum því að nú var að hefjast kalt stríð gagnvart Sovétríkjunum og fóru fram á það fá að halda þessari aðstöðu sinni. Það er að segja Keflavíkurflugvelli, aðstöðun í Fossvogi eða Reykjavíkurflugvelli fyrir skipa- og kafbátaeftirlitsflugvélar og eins skipalag í Hvalfirði. En þetta hugnaðist nú ekki öllum á Íslandi, þannig að eins og við þekkjum, en endurinn var sá að það var gert samkomulag við Bandaríkjamönnum það að þeir héldu aðstöðu Keflavíkurflugvelli með því móti að þannig að þeir gætu nota völlin til millilendingar á herflugvélum sem að þurftu að vera áfram í förum til Evrópu vegna hersetunir í Evrópu eftir stríðið. Og Keflavíkurflugvöllur yrði íslenskur alþjóðaflugvöllur en Bandaríkjamenn tækju að sér reksturinn á eigin kostnað. Og það gekk í nokkur ár og meðan að þessi samningur gilti þangað til að síðan að Atlantshafsbandalagið er stofnað 1949 og svo stefnir í stórstyrjöld 1950 að þá sættast Íslendingar á að hingað komi aftur herlið, bandarískt herlið, fyrst og fremst til vernd af landinu, en Bandaríkjamenn höfðu náttúrulega margt annað í huga heldur en bara að verja landið. Jú, þeir þurftu að verja landið til þess að hafa aðstöðuna, þeir voru ekki endilega svo mikið að hugsa Íslendinga, en það kannski skiptu þeir ekki öllu máli í þessu sambandi. Þeir komu sér upp
hringbækistöðva umhverfi Sovétríkin og stefnu sem að miðaði að því að einangra Sovétríkin og þá heimskommunismann sem mest, því að hann var náttúrulega eitur í beinum Bandaríkjamanna og manna víða á Vesturlöndum, sem vildur náttúrulega ekki missa spón úr aski sínum, þeir sem réðu. Og í maí 1951 þá kemur herlið aftur til Keflavíkurflugvallar, eða til Íslands, og byrjar uppbyggingu upp á nýtt. Þetta í fyrstunni að hluta til landherfylki og sem átt að gæta flugvallar mannvirkjana og náttúrulega eftir atvikum því sem að hægt væri, en það var aldrei gert ráð fyrir að þetta væri eina varnarliði sem að kæmi til ef að ykkur ógstæðjaði að, heldur beið óvígur her í Bandaríkjunum eftir því að koma sem liðsauki til landsins eftir því sem að atburðir gerðust og þyrfti að bregðast við. En það sem að þeir kallar voru nú fyrst og fremst að sækjast eftir, það var aðstaða, framvarðarstöð fyrir sprengjuflugvélar sem að væri hægt að beita gegn Sovétríkjunum ef að til þess kæmi í styrjöld. Þetta var eiginlega mesta ógnunin sem þeir gátu beitt, eða fælingin frá því að Sovétríkin réðust á Vesturlönd eða Vestur-Evrópu, sem var nú svona bara eins og ræma utan á Sovétríkjunum. Og þessar flugvélar voru ekki langdrægari en það að þær þurftu að hafa bækistöð nær skotmörkunum heldur en frá Bandaríkjunum, annarkvort flugvélarnar sjálfar og ekki síður eldsneytisbirgða flugvélarnar sem að gátu fyllt þeim og gefið þeim eldsneyt og flugi. Og síðan þurfti að líta eftir skipaumferð og sérstaklega kafbátum sem að óttast var að myndu geta, að Sovétmenn gætu haft svipaðan rekstur með eins og Þjóðverjar gerðu á stríðsárunum, bæði fyrri og seinni á Atlantshafi. Þannig að það þurfti að bregðast við því. Og eins þurfti að koma aftur upp loftvörnum eins og verið hafði á stríðsárunum. Og til þess kom orrustuflugsveit og svo voru settar upp á ný 4 ratsjárstöðvar. Nú þurfti ekki nema 4, eina á hverju landshorni. Þannig að væri hægt að finna og beina orrustuþotunum til móts við aðvíðandi flugvélar áður en að næðu til skotmarksins sem að væri fyrst og fremst frá Keflavíkurflugvöllur. Og þá erum við komin aftur hérna á Skagan og eins og þið þekkið að ein þessara ratsjárstöðva og svo sem að var eiginlega miðstöðin í kerfinu, að hún var reist hérna norðan við Sandgerðisveginn og nefnd í daglegu tali Rockville, en þessar stöðvar þær höfðu kenniheiti sem sagt H1 til 4 eftir byggingarröðinni eins og hún átti að vera, H2 á Langanesi og H3 á Stokksnesi við Hornafjörð og H4 norður á Straumnesfjalli, það sem ég nefndi við ykkur hérna í upphafi. Þessar stöðvar eru allar komnar í gagnið að fullu árið 1958 og en ratsjárstöðin hérna á Miðnesheiðinni, hún var raunar tekin til starfa þegar haustið 1953. Það hagaði bara þannig til með aðstæður á landsbyggðinni, sérstaklega á vestu eða þarna á nærri Hornströndum, að það þurfti það tók svo langan tíma að reisa og koma stöðunum upp, því það var ekki hægt að vinna þarna nema nokkra mánuði á hverju sumri í fyrstu.
Nú þetta sem sagt starfsemin hjá varnarliðinu þarna fyrsta áratuginn eins og ég nefndi hérna áðan. Síðan gerist það að með aukinni tækni að þá sjá menn að það koma fram nýjar flugvélar sem eru langdrægari og þeim fylgja eldsneytis þotur, miklu öflugri og jafnframt að þá þróið eldflaugatækni til að koma sprengjónum, þá atómsprengjum á skotmarkið og þetta þróaðist hjá báðum aðilum í kalda stríðinu og það fer allt púðrið í það að koma þessu upp þarna síðast á 7. áratugnum og þá það að flugherinn ákveður að hann hafi ekkert að gera á Íslandi meira, hann þurfi ekkert að vera hérna. En hann fékk nú ekki alveg frí með það því að það var ennþá talið að þyrfti að gæta að mörgu hérna á svæðinu og því þyrfti ennþá að vera aðstaða í landinu. Flugherinn var til dæmis með gríðarlega öflugt ratsjárkerfi sem varði Norður-Ameríku og Ísland, stöðvarnar hérna á Íslandi tengdust því. En á sama tíma þá flotinn að hugsa sér til hreyfings. Hann hélt upp í ratsjáreftirliti á Atlantshafi þvert frá Nýfundnalandi og yfir til Asoreyja og vildi nú flytja þessa eftirlitslínu sína upp í sundin á milli Grænlands, Íslands og Noregs og Skotland sem hefur verið kallað GIUK-hliðið, Greenland, Iceland, UK. Og þá það árið 1961 sem að flugherinn búinn að loka 2 ratsjárstöðum á Straumnesfjalli og fyrst á Hornafirði en síðan breyttist það og þau lokuðu stöðin á Langanesi. En í staðinn koma ratsjárflugvélar sem að flotinn hélt úti hérna sérst á svæðinu í staðinn. Og samtímis að þá sjá menn mikinn uppgang eða von á miklum uppgangi hjá sovéska flotanum þarna við Hvítahaf og Múrmansk og á þeim slóðum og það þarf að bregðast við því og til þess eru notuð skip og kafbátar og ekki síst flugvélar. Og svo alls konar fjarkönnunarkerfi eins og miðunarkerfi sem ég sagði ykkur frá hérna áðan sem að þurfti að koma upp út allan heim til þess að geta, og var núna orðið miklu öflugra með betri tækni. Þið sjáið hérna hvernig þetta virkar að ef að miðað frá nokkrum stöðum að þá hægt að finna nokkuð góða staðsetningu eftir því sem að fleiri stöðvar taka þátt í leitinni og svo má segja. En þetta þarf að gerast þarna með mjög skjótum hætti og þessna voru þróaðar sjálfvirkur könnunarbúnaður sem að gat skannað stanslaust og á örskotsstundu og sjálfvirt sent boðum hvaðan einhverja sendingar væri að berast. Auðvitað vissu menn og þekktu á hvaða tíðnum var verið að senda og eftir hverju átt að leita. Og strax á 7. áratugnum að þá komið upp nýrri hlustunastöð hérna rétt fyrir ofan Hafnir sem að síðan færð í byrjun 8. áratugarins hingað upp á Miðnesheiðina. Sem sagt hérna norðan við ratsjárstöðina Rockville. Veit ekki, ykkar muna kannski eftir þessu ljósgula húsi sem stóð þarna lengi og steinhúsi og nokkra byggingar þarna í kring sem að sást yfirleitt úr fjarska. Þetta það hvíldi mikið leynd yfir þessari starfsemi, alveg eins og kafbátahlustunarkerfinu sem var hér norður í Noregshafi og kaplarnir lágu í land hérna í Þórshöfn, sunnar á Reykjanesinu. Þar sem að var með sama hætti miðaðar út ferðir kafbáta sem að vart var við í undirdjúpunum.
Það mikilvægast við þessa stöð var að loftnetskerfið var allt sérstakt. Það var, kölluðu þetta gjarnan fílagerði eða fílabúr. Þetta var gríðastór hringur, tvöfaldur hringur af loftnetsmöstrum sem að á rafrænan hátt var semst skannað mjög hratt allan hringinn og gat numið þar af leiðandi mjög nákvæmlega alla sendingar úr öllum áttum. Þannig að á næstu áratugum að þá var aðalstarfsemin hérna á varnarliðinu fyrir utan þetta hefðbundna að þjóna flugvélum sem höfðu viðdvöl á flugvellinum, að það var að leita að kafbátum og skipum og þetta var gríðarlega umfangsmikið starf og fer raunar enn fram eins og ég kem til með að nefna við ykkur á eftir. En þeir voru líka að fylgjast með flugi sovéskra herflugvéla sem að byrjaði árið 1962 og stóð allar götur fram yfir 1990. Þá þurfti sem sagt að verja þarna ákveðna línu á milli Grænlands, Íslands og Skotlands og í hvert sinn sem að flugvél lét sjá sig sem ekki gerði boða undan sér, kom fram á ratsjá eða með öðrum fjarkönnunarhætti, að þá þurfti að senda orrustuflugvélar í veg fyrir hana til þess að kanna hver þar færi og hvað þeir var að gera. Og þeim var þá fylgt eftir á meðan þær voru innan ákveðin svæðis umhverfis landi sem hefur svona 200 sjómílur frá landi og kallað loftvarnasvæði landsins. En ólíkt því sem að Mogginn vildi stundum meina að það var nú ekkert verið að stugga við þessum mönnum því að það eru ákveðna reglur sem gilda í alþjóðaflugi það bæði herflugi og almennu flugi, hvernig mönnum ber að haga sér ef að þarf að kanna ferðir einhverja flugvéla. En það hljómaði vel í áróðrinum og svo má segja sem gekk náttúrulega á þessum tíma eins og við þekkjum öll vel. Þannig aftur komum við að staðsetningunni. Hún skipti gríðarlegu máli þótt að í lok kalda stríðsins þá hafi verið svo komið að Bandaríkjamönnum hafi ekki fundist neitt varið í þessa staðsetningu hérna og drífur sig á brott. Þó fyrr hefði verið, vildu sumir meina, en og flotinn raunar sem hafði rekið stöðina eða séðum að verið með aðalstarfsemina hérna áratugum saman að hann í raun sór þess dýran eða kom aldrei til Íslands aftur. Það hefði ekkert að gera hérna, þetta verið bara dýrt og kalt og tómt helvítis vesen og múður við landsmenn og hvaðina, nema að svo það 2014 þá náttúrulega Pútín að djöflast á Krímskaga og þá tína þeir kafbáti, þá voru kafbátar enn að þvælast, svona einn og einn. Þeir tína honum og senda undir eins kafbátareitaflugvélar hérna til Keflavíkur og eru hérna í 5 vikur að leita, þangað til loksins fundan. Þá sem sagt búið með hlustunarkerfið neðansjávar og löngu búið að loka hérna miðunarkerfinu enda voru þetta kjarnorkukafbátar sem kom ekki úr kafi og þurfti ekki að senda nein skeyti og eftir það fara þeir að íhuga að það sé nú kannski ekki svo vitlaust að vera hérna áfram með aðstöðu enda lágu menn inn í hérna utanríkisráðuneyti og hérna hjá ratsjárstofnun eða hérna landhelgisgæslunni ekkert á því hvað það væri nú gott fyrir þá að vera hérna og vildi allt fyrir þá að gera. Þannig að þeir koma á endanum aftur með nýjar flugvélar sem hafa tekið við kafbátaleitinni og nú þurfti náttúrulega að þjálfa upp algjörlega nýjan mannskap vegna þess að allir þeir sem höfðu staðið í kafbátaleitinni í kaldastríðinu að þeir eru ýmist dauðir eða hættir í hernum. Þeir eru ekki í hernum kannski 20 ár. Og þannig að þetta bæði þurft að læra á nýju tækin, taka upp nýjar aðferðir, hvernig þetta beita þessu.
En vandinn hefur náttúrulega verið sá að þótt að við komið hér og verið hérna löngum stundum og síðust árum, þá hefur bara kafbátaumferðin engin verið, nema kannski einn og einn bátur einu svona ári. En það hefur verið náttúrulega sjálfsögðu það 100% aukning ef að kafbátaumferðin fer úr engu og einn bát á ári. Þannig að það hefur verið svolítið haldið á lofti að hér hafa orðið alveg gríðarleg aukning á kafbátaumferð. En svo nú ekki raunin, því að við sem að tekjum til á vellinum, við vitum alveg hvenær eru kafbátar á ferðinni. Því að það leynir sér ekkert þegar að menn fara að fljúga þegar að fara að koma flugvélar hingað og þangað að og svo koma aðrar flugvélar fullar af hljóðbaujum sem eru notaðar til þess að varpa niður, til þess að hlusta eftir hljóðum kafbátana. Þetta fer ekki fram hjá neinum sem að þekki til. En að lokum að þá langar með að nefna eitt hérna sem við hefum átt að fara inn á aðeins fyrr, að í sambandi við þýsku kafbátana, það var þannig að á árunum 1944 og 45 þá var nokkuð það að hér lægju þýskir kafbátar í flóanum, hérna norður af Gaskaganum. En það var þannig að vorið 1943 þá eiginlega tapa þeir, þá þær að láta undan síga í orustunum Atlantshafið, því að þá voru varnirnar svo öflugar sem fylgdu skipalestunum að þeir höfðu ekki roð við þeim. Þá það að þeir taka upp á því að fara að dreifa að fara að dreifa senda báta hist og her til þess að sökkva þeim skipum sem þeir mögulega næðu í, bara til þess að dreifa kröftum verjendana. Og þar með taldist að senda kafbát til þess að liggja hérna í Faxaflóa vikum saman og þeir tóku við hver af öðrum og þannig gekk þetta seinni part árs 1944 og alveg fram í stríðslok. Þeir lágu í ál sem hérna norður af Gaskaganum, hérna vestan við Hraunin, þar sem var nógu djúpt fyrir þá til að athafna sig. En þetta var helvítis veseni vegna þess að það var eins og einn góður maður sagði mér hérna góða sögu af áðan, að það var svo mikið af bátum hérna Garðinum og Keflavík alltaf að þvælast á flóanum, á regnettum og alls konar veðarskap. Þeir eru allir með ljósum og fóru náttúrulega eins og þeir voru vanir, en kafbátamennir þeir eru að láta lítið fyrir sig fara því þeir eru að bíða eftir skipalestunum til Rússlands. En vandinn var bara svo þeir eru hættar að koma við í Hvalfirði. Þannig að þeir greinilega vissu það ekki, ella hefðu þeir væntanlega verið fyrir Austanland, en svona gekk þetta semst alveg fram á síðasta dag og raunar þá var það svo að síðasta skipinu sem sökkt var af þýskum kafbáti í síðari heimsstyrjöldinni var sökkt hérna norra Gaskaganum. Það var breskur togari sem var að slæða tundurduflarennu í gegnum hugsanlega tundurduflalögn því að þeir áttu það til líka að koma hérna og leggja tundurdufl þessi þýsku kafbátar hérna á nokkrum stöðum hérna vestur á og norður af Gaskaganum meðal annars og þeir kallagregin eru þarna bara á síðustu dögum stríðsins hérna að fara yfir rennuna sem þurfti að gera daglega og þá kemur tundurskeyti og það var einn maður á leiðinu upp úr lúkarnum í steganum og hann hélt áfram bara upp á meðan að skipið sökk undan honum og hann var svo eini sem bjargaðist. Nú meira þetta ekki svona að formlegu hjali hjá mér nema að ykkur hafi eitthvað að segja eða vilji spyrja ykkur að spurninga, þá það alveg sjálfsagt að svara því. Gjör svo vel. Það er svo skemmtilega mynd af flugvellinum á hérna Gaskaga. Já. Og það sást miðunarstöður upp í heiði. Já. Aftana með við sjáuna, því mér langar svo að sjá umfangið á miðunarstöðunum sem var í heiðinni.
myndinni, þetta fullt af einhverjum. Nei, sko, þetta radarstöðin hérna, víðunarstöðvarnir eru hér. Já, hvað það milli þá? Ég gerir ráð fyrir að þetta hafi bara verið á 3 stöðum. Ég ekki með nákvæmlega staðsetningu á því hvernig það var. Ég veit allavega ekki til þess að við erum neitt að frá. Þó alveg hugsanlega að þetta sé hluti af byggðinni, en það engin tún eða neitt hérna í kring. En þetta hljóta einhverjir að þekkja sem eru uppaldir eða innvíðir í garðinum. En það sést vel þarna ratsjástöðin þarna fyrir ofan leiruna. Á Langholtinu. Það voru vegirnir þarna upp í heiðina, sko. Já. Það ennþá voru lengi, hver Já, veginn. það mótar fyrir þessu öllu. En flugvallargerðin, hún náttúrulega, hún markaðist af því alveg eins og austur í Kaldaðanesi að þetta voru bara sléttar grundir, svona sandi orpnar grundir að vísu með lægðum í sem að þurfti að fylla í og þeir snittu bara ofan að þessu og fylltu með jarðvegi og lögðu svo torfið yfir aftur. Þeir meira að segja grófu svona stuttar rendur beggja vegna þannig að það skein niður í Skeljasandinn sem er undir hérna torfinu og þannig gáttu þau séð sko breiddina á flugbrautinni vel úr lofti líka þegar flogið var yfir. En í Kaldaðanesi fóru menn strax út í það, þetta útbúið svona, lendingastaður, sumar 1940, strax veturinn að þá farið í að útbúa 3 steyptar brautir. En umsvifin voru bara svo mikil að það var ekki nóg, Kaldaðanesflugvöllur var ekki nógu stór og sama var með Reykjavíkurflugvöll eftir að Bandaríkjamenn voru komnir með 30 orrustuflugvélar þangað og svo voru þeir með flugbáta reyndar líka á Fossvogi að þá var þetta bara allt of þröngt fyrir alla sem voru að starfa þarna Bretana líka með alla sína kapótaleita flugvélar og flutningaflugvélar að það varð að líta eitthvað annað eftir stærri aðstöðu. Enda var hugsunin svo hjá Bandaríkjamönnum í upphafi að koma hérna með miklu fleiri flugvélar en raunin varð. Þær lentu aftur allar austur í Kyrrahafi eftir að árásin var gerð á Pearl Harbor. Ég held hún sé tekin í stríðslok. Minnur hún sé frá 45. Já. Hvað séru? Hann er... Við erum hér, vegurinn liggur hérna og hann byrja bara hér. Frá þessari rönd hérna og suður að Hafabjarnastöðum. Nei, ég sagði nú reyndar ekki frá henni. Ég man ekki, ég ætlaði nú að gáða því á þann, ég man ekki dagsetninguna en þetta var á 7. áratugnum. Þeir muna alveg til samlokunum hörður og þeir hérna? Nó já, það er þá rétt að þeir segi söguna. Já. Ég bara, sko, það sem að þetta minnir okkur á, þessi frásögn, að þessar kringumstæður, þær hafa skapað söguna okkar hér á þessum svæði síðastliðin 70-80 ár. Þessar kringumstæður. Þær hafa verið grunnun, stunda fiskveiðar og gert ýmislegt annað. En ertu ekki að tala um flugvélina sem fór hérna niður í Lambarífið? Já, sko, það var þannig að það var flugvél að fljúga hérna yfir Reykjanesinu og þeir stukku út menninir. En það vissu menn ekki þá og hún kom svífandi
og sveif þannig að mig minnir, við verðum varið við þetta, að hún hafi komið aðeins við fjörubakkan, eða bakkan sem við köllum, og slengdist svo út í Lambareið. Og það næsta sem við vitum var að bíll sem að Guðmundur á Hellinni átti, hann kemur keyrandi á ofur hraða innan að og menn á palli og bátur stendur langt aftraf og þeir bakka bílum hérna út í sjó og hrinda bátnum fram og róa eða sigla í snarhasti nokkri menn út af flakinu sem marar í hálfu kafi og ég á enn í huga mér silúettuna af Guðmundi á Hellunni með stærðarinnar játkall og sko lætur vaða onni í flakið aftur og aftur og þá hefur hann haldið náttúrulega væri þarna menn sko en sennilega hefur verið sprengiefni í henni og það kom þyrla og hún blés honum út af flakinu og burt en svo fór að flæða að bílum og meðan það stóð og hann fór að fara í sjó og þá voru þar 2 gamlir menn sem eru þetta í landi og kom í ljós að hvorugu kunni á bílinn og þá komu einhverjir peyjar, gæti hafa verið Ásgeir Hjálmarsson eða einhverjir sem voru nú ekkit, sko átt ekkit að keyra en keyrði hann upp úr fjörunni þannig fór það svo gerist það stóðu menn með byssur og vörðu þetta eftir þetta og það var næstu daga að sjá þegar þeir fóru með jarðýtu og hengdu trukk sem var með bómu aftan á og dróu hann út í Lambareið, limuðu vélinn í sundur og hengdu partana og dróu hann með ýtunni upp á og þetta var veisla hjá okkur peyjánum. Þið munið þetta. Mikið af samlokum. Já, mikið af samlokum í gangi. En hérna Friðþór, sko, ég ætla hérna er bókin hún segir þessa sögu í mikið nákvæmari sko í smáatriðum sem að var verið að fara hérna yfir þessi bók og eins og ég nefndi áðan og sagði nú kannski sko réttilega að þetta er meira gjöf en sala þannig að hún er hér til staðar en aðsókomnu Já, það er að borga bara, það segir nú svo maður sagði sem var að selja hérna harfisk, ég tek íslenska penninga, sagði hann. En hérna, Friðþór, sko, erum við ekki verða nokkuð góð með þetta? Við erum einu sinni í mánuði með þessa stund hérna og næst þá verður Konráð Lúðvíksson læknir segir sögu Hafurbjarnarstaða og þið vitið Óli Kolla og Þórður í Vallarhúsum og Valdi á Kirkjubóli og allar þessar sögur. Er þetta ekki bara ágætt í bili? Takk fyrir.